Í Bíkó færðu allt til húsbygginga. Fáðu persónulega aðstoð og sérlausnir frá sérfræðingum okkar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Arþór halda boltanum. Kristín hér úti vinstra megin. Frábær fyrsta snerting hjá henni, kemur sér inn í teginn. Í stöðu hér til að gera eitthvað, kemur boltanum fyrir og það mark. Glæsilega gert hjá Blikum. Arþór Ari Atlason skorar fyrsta markið og það strax hér á 18. mínútu. Glæsileg sókn hjá Blikum og sjáum móttökuna þarna hjá Kristni Jónssoni Arþór Ari Atlason kemur sér í þessa Valsmenn vinna þetta á Patrik með sprettin hér. Andri Hrafn teikar hann, Patrik nær svo skotinu, aukaspyrna. Hann og Bjarni Ólafur hvað líklegastir. Bjarni hleypir við boltan, Kristinn með sendinguna. Þetta ágætis tilraun. Bjarni Ólafur fer niður og hvað? Dæmir hann vítaspyrnu eða hvað? Já, Gunnleifur dæmdur brotlegur. Og Patrik Pedersen á vítalínuna, vítapunktinn, hann skorar 1-1. Patrik Pedersen þetta. Ólafur Sigurjónssoni. Urmölla munum sem geta skotið þarna og þá það markið skora bara úr horninu. Höskuldur Gunnlaugsson á 50. mínútu, gjörsamlega óvaldaðir í teignum. Hvað voru Valsmenn að spá? Það var gott bara hérna í sætunum fyrir neðan okkur. Ekkert að spá mikið í þessu. Það var Kristinn með hornið. Þetta hættulegt, annað mark, já. Frábærlega gert hjá Blikum. Ellert Hreinsson, hann fær skotfæri, sniffar það og skorar 3-1. 2 mörk hornspyrnur hér í seinni hálfleik. Græddu mikið. Þeir gerðu nánast alltaf jafntefli. En geti trúið því að vera aðeins fleiri sigrar þetta árið í það minnsta eins og þeir hafa litið út hér í lengi bikarnum og Ellert hann að skora aftur. Já, frábær sprettur, 4-1 gerir endanlega út þetta. Ég skal segja ykkur það, gekk bara að hlaupa þarna óáreittur og gera út þetta. Valsmenn hættir. Sendinguna, Þórður að flikka boltan hann í teignum og þá geta Blikar sótt hratt. Guðjón með boltan út til hægri, hérna möguleiki. Arþór og Höskuldur, hann skorar 5-1, frábær skyndisókn hjá Blikum. Virkilega vel að þessu staðið. Vinna boltan hér eftir hornspyrnu, sækja hratt upp, markvist. Þetta nákvæmlega hvað þeir að gera. Arþór Ari sem skoraði fyrsta markið, leggur þetta upp. Höskuldur, 5-1, 2 mörk. Já. Hvernig líður mönnum eftir svona leik? Bara lítið vel. Búin að vera samþjappaður hópur frá Spáni. Sýndi það, sömu markatölu, þessi leikurinn úti. Hverju þakkar þessi úrslit? Eiginlega Spánaferðinni bara öllum vetrinum. Bara búin að vera hrikalega góðar æfingar og komin í gott form og byrjaðir margir að skora. Ellert náttúrulega að raða inn og fínt að ég þarf að setja hann. Víkingur í 4. liðúrslitum, hvernig líst þér á það? Bara vel. Við náttúrulega mætum bara í alla leiki eins. Keyrum á það, vinnum, vonandi. Hvernig líst þér á, hvernig ætlar að undirbúa þér svona handlega undir næstu 3 vikur áður en mótið byrjar? Bara að reyna að vera tipp-topp þegar að 3. maí held ég, ekki? Já. Kemur og vera bara með hausinn skrúfan í lagi og formið gott. Bara eins og það búið að vera hér. Frábært, til hamingju með þetta. Takk. Arnar Grettisson, 5-1. Hverju þakkar þú þessi úrslit? Já, bara góðri spilamennsku og góðri liðsheild og mér veit ekki hvort að tölundan séu stórar en mér fannst við vera betri aðalinn alveg frá fyrstu mínútu fram að þeirra síðustu. Lendir náttúrulega því að fá smá kjafsögg hérna í fyrri hálfleik með vítinu og sem ég veit ekkert fyrir að fyrsta fannst mér aukaspyrnan átti að vera miklu aftar. Hann færir hana
miklu framar en það skiptir ekki máli, menn er að vera tilbúnir og það sem raunar við lentum svolítið í fyrri hálfleik að þeir voru svolítið að spila maður á mann, að kantarnir eltu fúlbakkan okkar og fúlbakkanir þeirra eltu kantarinn okkar, þannig að þetta var svolítið eltingaleikur og menn voru svona aðeins smá tíma átt að sjá því, en mér fannst við reagera mjög vel í seinni hálfleik, hvernig við komum þar inn og bara virkilega falli mörg þarna, flotta sóknir og svo gátu menn haldið haus og ekki að fara í einhverja vitleysisgang í læti og gulspjöld og það sem þeir náttúrulega vildu. Nú Víkingur næsta lið sem við mætum, hvernig líst þér á þann leik? Þetta eins og bara með alla leiki, það verður hörkuleikur og ég sé Víkingsliðið spila allavega í 2 leikjum. Það er flott lið og hefur marga fína leikmenn. Þannig að við þurfum að eiga toppleik til að fara þar í gegnum það liðin. Það náttúrulega bara eins og í alla leiki við förum í það til að vinna og við erum komin undanúrslit og þá markmiðið sett að komast í úrslit og það maður bara spenntur fyrir sunnudaginn. En ég býst við erfiðum leik, það er ekki spurning. Nú erum við með 2 erlenda leikmenn á pröfu og það að hafa unnið þennan leik og farið áfram, það setur á hvernig vandamál í sambandi við að fá að prófa þá almennilega. Hvernig ætla liðið að reyna að sjá hvað þeir geta raunverulega? Raun og veru væri náttúrulega æskilegt það sem að var að fara að spekulur í að fá æfingarleik bara snemma í næstu viku. Við erum náttúrulega ennþá með stóran hóp, þannig að ég þarf hvort sem að redda æfingarleik, þannig að menn fái leik þeir sem ekki að spila, af því að núna náttúrulega farið að stytta svo mikið í mótið að maður getur ekki verið að skipta inn á 4, 5, 6 leikmönnum, af því að nú þurfa þeir sem að fara að starta að fá svona alltaf 90 mínútur. Þannig að þá væri náttúrulega kærkomið að fá leik sem við ætlum að reyna að stefna í næstu viku fyrir strákarna sem ekki að spila og svo náttúrulega þessu 2 strákar sem á reynsluhjálp. Til hamingju Arnar Grétarsson. Ellert Hreinsson, 5-1, 2 mörk. Hvernig líður mönnum eftir svona leik? Bara virkilega vel. Við komum vel inn í leikinn, en svo sem mistum dampinn aðeins í fyrra leik. Hleypti þeim kannski ótrúlega mikið inn í leikinn, en svo komum við bara mjög sterkir inn í seinni hálfleikinn og klárum þetta. Hvað segja þessi úrslit stöðu liðsins svona 3 vikum fyrir mót? Ég veit það ekki. Ég hef alltaf haft góða tilfinningu fyrir liðinu og svo sem ekkert farin að hugsa það langt, en bara okkur líður alltaf mjög vel. Hópurinn kemur vel út úr ferðinni, meiðslingin í ferðinni og þetta er bara mjög vel lukkaða ferð, þannig að ég er bara mjög ákveðinn við fórmáttina. Nú ert ekki rosalega brúnn eftir ferðina, var þetta bara stífar æfingar inni og svona? Já, þetta eru stífar æfingar. Kári Herbergisfélagi, hann tók PlayStation með út, þannig að það er kannski ástæðan fyrir því.